Komið heil og sæl, við heilsum ykkur hérna austan. Að vanda fjölbreyttur þáttur framundan í kvöld. Við heimsækjum hjúkrunarheimilið Sundabúð og Vopnafirði og heilsum upp á elsta Vopnfirðinginn. Það alltaf eitthvað framhald þangað sem maður fer. Það bara þannig. Lítum við í munkaklaustrinu á Kollaleiru. Það eru margir sem koma til okkar og segja að þetta paradís og ég gladur að lifa í paradís. Og endum á opinni æfingu hjá nýrri austfirskri blússveit. Blúslag verður til og þess vegna er kannski aldrei eins. En við hefjum leikinn að þessu sinni á Norðfirði, þar sem að Ásgrímur Guðnason, nýr liðsmaður þáttarins, ætlar á æfingu hjá leikfélagi Norðfjarðar. Leið þökkum við Siggu okkar Lund kærlega fyrir samstarfið. Við erum hér stödd í uppbytun hjá leikfélagi Norðfjarðar en þau eru að fara að frumsýna leikverk núna 15. október næstkomandi. Og þetta bara venjuleg uppbytun. Er hún sætt? Mjög, en það ekki málið. Auðvitað það málið. Og gerðu þið... Það að versta. Ég held það. Heldurðu það? Veistu það ekki? Ég man það ekki. Manstu það ekki? Leikfélag Norðfjarðar æfir stíft þessa mundir í Egilsbúð leikritið fullkomið brúðkaup eftir Robin Houghton. En leikritið hefur áður verið sýnt hér á landi við góðan orðstír. En hvernig leikrit er þetta? Þetta svona hinn típiski farsi. Það verið að skella hurðum og... Hurðar skellir og mikið fjör og... Já. Mikið miskilningur. Framhjáhöld og nýjar ástir og allt á milli. Guð. Guð minn góður, nei. Guð. Halló. Hver þú? Vá, frábært. Takk fyrir. Kjarninn í leikfélagi Norðfjarðar hefur verið svo sami undanfarin ár og hefur hópurinn til að mynda smíða leikmyndina sjálfur síðan hann byrjaði. Þau leikstýra sýningunni sjálf ásamt því að sjá búninga og nokkurn veginn allt sem viðkemur því að setja upp leiksýningu. En hafa þau verið að leika lengi? Já, við erum búin að vera, við vorum að telja upp, við erum búin að vera saman í næstu öllum sýningum sem hafa verið sýnd á þessu sviði nema einni held ég hjá okkur báðum. Já, ég held að það var sýningu. Ég held að saman með Sviðmyndina, það var sama sýning sem ég misti af. Þannig að það er... Ég held að áhugin kominu bara á almenni athyglishyggju og allt það. Já, þetta bara það, þetta er athyglishyggja. Félagskapurinn er líka góð. Já. Sviðsmyndin að taka á sig loka mynd þó að enn eigi eftir að fullkomna hana, en það mun allt verða klárt fyrir frumsýningu, segja þau. En mér langaði að fá skoðanaferð sviðið og að sjálfsögðu voru þau boðin og búin að veita mér hana. Hér erum við komin í fremra herbergið á þessu hótelherbergi, eða þessari hótelsvítu, eða voru að skella hurðin. Já, fastar. Þarna. Þetta sem sagt svona stofan í brúðkaupssvítunni. Það hér sem megnið af leikritinu gerist held ég. Eða hvort að... Mjög mikið. Mjög stór partur af leikritinu gerist held ég. Nú erum við komin í svefnherbergið. Þú erum skellað þessari hurð líka fast. Akkurat. Nákvæmlega. Akkurat hreinur veggurinn minn. Þetta sem sagt rúmið í brúðkaupssvítunni. Sem eins og trommupallur. Já, þetta svona... Við varum flottur svona sviðstrómmupallur. Og kannski dínu svona sem gera það þægilega. Snyrtiborðið sem brúður notar til að gera sig klára fyrir brúðkaupið. Svo að felur staður leikmyndarinnar. Staðherbergið? Já. Já, þarftu að klóstið? Þú kalla bara þú ert búinn. Það er ekki allir staðir á landsbyggðinni sem halda út í leikfélagi, en Norðfirðingar drifu í að endurvekja leikfélagið sitt fyrir 4 árum og hafa síðan þá einnig virkjað ungu kynslóðan á staðnum. Var ég fullur? Já, veistu, ég myndi bara segja það. Við stofnuðum unglingadeildina okkar sem heitir S-bólín og hvað við gerum það því að það var mikill áhugi hjá unga fólkinu okkar að þeim langaði svo að vera með. Þau hafa fengið alveg hellingaverkefni líka. Þeir eru til dæmis búin að sjá viðburði á dögum myrkurs. Svo erum við alltaf að draga þeim með í okkar leikverk og við leyfum voru að leika með okkur í Bendit Búl, voru ykkur hlutverkar. Það eru mjög duglega að hjálpa við og vera sviðsmenn og svona þess áttar. Líka bara alltaf til í að stökkva að hjálpa okkur. Já.
Frumsýningin verður laugardagskvöldið 15. október næstkomandi klukkan 8 og eru fyrirhugaðar 5 sýningar. Hægt að nálgast allar upplýsingar sýninguna og leikfélagið sjálft á Facebook-síðunni Leikfélag Norðfjarðar. Ég kom og var að Halló! Þetta verður fullkomið brúðkaup. Hún var hýr og rjóð, hafði lagleg hljóð, sveimenn söng bæinn, sumar langan daginn, hún var hér og þar. Miklar endurbætur hafa staðið yfir á hjúkrunarheimilinu Sundabúð síðan að Vopnafjarðarhreppur tók við rekstur þess af HSA árið 2013. Heildarkostnaður framkvæmda var á 50 milljóna þar sem að hlutur sveitafélagsins vó þyngst en fjölmargir hafa lagt lóð á vogaskálarnar, þá helst hollvirasamtök Sundabúðar og félagsskapurinn Hirðfíflinn. Endurbætur voru meðal annars gerðar á sjúkrastofum, setustofu, eldhúsi og tómstundaherbergi, auk þess sem að glæsilegu sólpallur risin sunnan við húsið og nýtt bjöllukerfi komið í gagnið. Við erum bara rosalega ánægðir með allar þessar endurbætur. Þetta er búið að vera, þetta er sem sagt til mikla bóta fyrir vistmenn, miklu meira pláss, miklu meira rými, sérstaklega með setustofunni og bara nýtt bjöllukerfi er bara æðislegt. Þetta gamla kerfi var mjög hávaðasamt. Nú höfum við þann kost að geta svarað inn á stofurnar. Fólk hringir, við getum sendið skilaboð, við erum að koma eftir augnablik og við getum séð hvað er verið að vinna og það er miklu lágværara þetta gamla kerfi, þannig að þetta er bara hlut sem skipta miklu máli og fyrir alla. Og starfsfólki Eldhúsum var alsælt að vera búið að fá ný tæki sem eru svona ganga hnökralaust og er ekki alltaf að bíla og fliss. Við höfum 10 rými fyrir 10 hjúkrunarrými og síðan erum við 1 rými sem er fyrir skammtímainnlagnir eða svona bráðainnlagnir og hvíldarinnlagnir. Það eru leiguíbúðir uppi og fólki þar hefur kost á því að kaupa fæði hérna niðri en það fær síðan heimilishjálp bara eins og að byggja út í bæ. Og eftir að Sundabúð er reyndar með hjúkrunarheimilið sér heimahjúkrun, þannig að öll hjúkrunarþjónusta er rekin héðan. Þannig að það er mjög stuttar boðleiðir og mikil nánd við, því það er mjög stór hluti að eldra fólki í Vopnafirði býr hérna uppi, þannig að við erum mjög mikil nála við þjónustuþegana. Það er alltaf stefnan að sjá allir einbílum, þannig að við erum ekki búin að ná því, við erum ennþá með tvíbíli á 2 stofum, eiginlega svona 2-3 stofum, þannig við þyrstum aðeins að á framtíðarsýnin náttúrulega að allir geti verið einbíli. Elsti Vopnfirðingurinn, Elísabet Sigríður Sigurðardóttir, er fædd á Hróaldsstöðum í Vopnafirði þann 1. september 1917 og fagnaði hún því nýlega 99 ára afmæli sínu. Ég fór sem unglingur til Seyðisfjarðar til að byrja með og var þar svona nokkur sumur. Svo fór ég á Akureyri og síðan til Reykjavíkur. Svo datt mér í hug að koma heim og ég hef ekki komið heim svo lengi og farið í kaupavinnu. Og þar náði ég í karlinn. Eiginmaður Elísabetar hét Árni Stefánsson en hann lést árið 1992. Saman eignuðust þau 6 syni og 5 þeirra eru enn á lífi. En hver ætli sé helsta samfélagsbreytingin sem orðið hefur á lífsleipi Elísabetar að hennar mati? Það breyttist allt þegar herinn kom. Þá var ég stödd í Reykjavík. Ég var þarna vinnukona hjá Matti Svennasyni, lækni, og hans konu. Og ég man að ég fór upp á háaloft til þess að sjá almennilega út. Því þeir voru svo fljótir að dreifa sér bæinn. Ég byrjuði að fara á símstöðina, taka allt sambandi. Þeir voru náttúrulega að elta Þjóðverjana. Hirtu þá Þjóðverjur sem þarna voru. Ég man eftir því, ég sá það í kjallara. Það var búið að sanga einhverju saman þegar maður fór niður Túngötuna. En þetta var alveg sérstakt, sko. Þetta gerðist allt svo snöggt. Og ég fer svo heim rétt fyrir 7. júní.
þá voru þeir búin að dreifa sér bara allstaðar hlið og þeir voru búin að dreifa sér allt. Og þeir voru meira sér hérna á Vopnafirði voru hérna nokkrir. En bara eftir hernámið sko þá breytist svo margt. Sveitin frá blómgast í þarna kemur á peningur. Elisabeth bjó í 20 ár í þjónustíbúð í Sundabúð áður en hún flutti nýlega niður á hjúkrunardeildina. Og hvernig líka þér að vera hér í Sundabúð? Já, bara þetta bara hlutur sem fólk hlýtur að takast á við. Sko það alltaf eitthvað framhald þangað til maður fer. Það bara þannig. En það hefur mér aldrei leiðst það sem ég verið. Ég bara einhvern veginn. Maður sætti sér bara við hlutina. Elisabeth segir fólki sitt duglegt að heimsækja sig og það sem meira sé, fleiri sæki í hana heldur en að við almennt sjáum, sérstaklega þegar hún bjó í þjónustíbúðinni. Ég bara sá bara. Það sem einhvern tíma hefði verið kallaði dvergar eða eitthvað svoleiðis. Ég var ekkert einn þarna. Og ég var ekkert hrædd við svona, sko, heldur. Mér fannst það bara eðlilegt. Ég var alltaf trúað á að það væri fleira í kringum okkur. En það svo skrítið að sko maður fer í mat og kaffi á réttum tímum. Og það tvívegis komið fyrir að mér fyrst vera að klappa á öxlina á mér. Þá lít ég á klukkunum þá komið tími til að fara. Þannig að það einhver með þér? Já, ég segi það, ég ekki einn. Á Kollaleiru í Reyðarfirði hefur verið starfrækt munkaklaustur frá árinu 2007, en þar búa 3 munkar frá Slóvakíu sem tilheyra Kapúsínareglunni sem kenndir við heilagan Frans Assisi og dregur nafn sitt af háum toppmynduðum hettum á kastaníubrúnum kuplum munkana. Munkaklaustri það fyrsta sem stofnaðar á Íslandi eftir siðaskipti og fyrsta klaustur á Austurlandi í 450 ár eða allt frá því Skriðuklaustur lagðist af. Sóknin spannar 600 km svæði frá Bakkafirði í norðri og til Skaftafells í suðri. En hvernig gengur hefðbundin dagur í klaustrinu fyrir sig? Dagur hjá okkur byrjar með bænastund sem byrjum saman klukkan 8. Ef einhver vil vera áður gjör svo vel, en klukkan 8 byrjum saman. Bænastund 9. Klukkan 9 messa venjulega og eftir morgunmat og eftir að gera eitthvað sem nauðsynlegt. Einhver að elda, einhver að smíða eða svona. Að hjálpa fólki þar. Korter í 1 næsta bænastund og klukkan 1 hádægismat. Eftir aftur að vinna til klukkan 5. Klukkan 5 næsta bænastund með rósakrans. Og eftir bara laus tími til að horfa á fréttir eða sjónvarp eða vafra á netinu eða lesa bækur eða svona. Til 10, klukkan 10 síðasta bænastund dagsins. Og það skiptir eftir dögum í viku. Til dæmis á föstudögum barnamessa, á laugardögum messa á pólsku og sunnudögum sunnudagsmessa á 11, klukkan 11. Við erum að lesa messur til dæmis tvísvar í mánuði í Hornafirði, einu sinni á Djúpavogi, einu sinni í 2 mánuða fresti á Neskaupstað, einu sinni í 2 fresta mánuði í Bakkafirði, og hverjum sunnudegi hér á Reyðarfirði og á Egilsstöðum. Bróðir Péturs sóknarprestur í Slóvakíu, en hvað sagði fjölskyldan þegar Pétur tilkynnti áform sín að gerast munkur? Já, það mjög sárt af því að ég var síðasti sem ætti að halda með nöfnum fjölskyldunar. Af því að hjá okkur nöfn eftir faðir, eftir föðurutum, og ég var síðasti. Af því að við vorum 2 bræður og eigum systur. Og systir ber nafn eftir eiginmanni sínum. Og það var mjög sárt fyrir pappa að vita að báðir synir farnir í svona leit. Barnlaus í framtíðinni.
En á eftir hann var sáttur og líka mamma. Það tók nokkur tími, það var alltaf að kalla mér, komdu heim, hvenær kemur þú heim og allt þetta. En það tilheyrir foreldrum. Svona. Ég 45 ára, en samt barn mömmu sínar. Alltaf kemur heim og hvað að ég gera þér elda fyrir þig. S Duchom Svätým po všetky veky vekov. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Bara spyrja, af hverju gerðist munkur? Hvernig gerist það? Það köllun frá Guði. Það auðveldasta útskýring. Af því að ég heyrði rödd Guð sem sagði, ef þú vilt fylgdu mér. Og ég var að leita, hvað að leita átti að fylgja. Og ég fann að þetta leit fyrir mig sem Guð vildi. Og áttarðu á því hvað var að gerast? Ég vissi ekki hvað gerðist. Vegna þegar spurði til dæmis bróðir mín, af því að hann var þennan tíma í prestskóla. Ég spurði sóknarprest mitt og ég spurði frænku mína sem ég treysti. Svona. Mjög ákveðna útskýring var það ég fékk rétt svar, fann rétta leiðin. Hvað tók þetta langan tíma frá því að þú fórst að finna eitthvað þessa köllun? Þetta var meira á mína 1 ár. Af því að ég fór ekki strax. Ég var að rífast með Guð smá af því að ég lofaði eitthvað og það var ekki mögulega að klára verkið og allt þetta. En eftir hann kallaði mér aftur og ég vissi að það var hann og bara fór. En á þessum 20 árum sem eru liðin, hefur einhvern tímann langað að hætta við? Saknarðu gamla lífsins? Þetta bara stuttir stundir. Ef maður til þess reiður og langar að hætta og svona bara en nei, ekki svona alvarlega. Bara maður hugsar lífið, það köllun frá Guði og það best sem ætti að vera. Þannig að þið hefur aldrei langað að séð eftir því að ekki konu og börn og hugsaðu eitthvað það? Nei, af því að Guð gefur mér miklu meira. Ég á miklu meira andlegt börn, andlegt konur, það eru vinkonur og allt þetta. Það er miklu meira en ein kona eða nokkur börn. Hvað það sem þið þurfa að fórna eða það sem þið megið ekki gera? Það ekkert sem við megum ekki að gera, en það nokkur sem við viljum ekki að gera. Við viljum ekki að vera með eigin, sem ég sagði. Við viljum að hlýða yfir með okkar og við viljum að lífa bara fyrir Guð og það þýðir að vera ekki með konu eða fjölskyldu eða eitthvað svona. En það ekki fórna því að Guð gaf okkur miklu meira á stað þess. Hvað finnst þið best við þetta lífverði? Að vera svo nálægt Guði. Af því að ég með kapellu bara niðri, skreppa niður og vera með honum. Það best. Munkarnir eru allir iðnmenntaðir sem kemur sig afar vel þar sem að kirkjubygging hefur staðið yfir á Kollaleiri í 2 ár. Pétur húsgagnasmiður en hinir 2 rafvirki og járnsmiður. Kirkjan bjálkahús úr slóvenskri furu og áætlað að vígja hana 17. júní á næsta ári. En hvernig gengur verkið? Hægt og róleg. Af því að við erum líka fyrst og fremst prestar við 2 með Pétri og við þurfum að þýna þjónustu fólki sem kringum okkar. En það líka náttúrulega að byggja og það ekki svo margir sem koma að hjálpa okkur. Þess þetta bara hægt og róleg. Og margir að segja, já, mig langar að giftast í svona kirkju. Það að undirbúa sig fyrir giftingu hér. Hvernig hefur munkunum líka dvölin á Íslandi? Það eru margir sem koma til okkar og segja að þetta paradís. Og ég gladur að lifa í paradís. Það? Já. Það stundum erfið vegna veðurs. Það öðruvísi en í Slovakkíu. Við erum stödd á kaffi Egilsstöðum á 15. kvöldi. Við erum meðal þeirra fyrst á staðinn en í stóra salnum hljómsveit búin að stilla upp. Ekki framönda ballega tónleikar heldur bluesveitin The Beauty and the Blues sem gæti útlast sem fríða á bluesin
boða til opinnar æfingar. Við gefum okkur að tala við 2 hljómsveitarmeðlimi sem segist lítið geta sagt upp bandi þar sem það sé nýstofnað. En ég og Oddur og Friðrik vinnur okkar, að við höfum lengi spilað saman í bluesbandi sem heitir Síðasti séns og var starfandi á Suðurlandi og Reykjavík. En tilefnið að því að ég kom hingað er að við höfum mjög góða vin hérna sem heitir Bergur Hallgrímsson og ég gaf honum það í afmælisgjöf fyrir mörgum árum. Hann var annað hvort 20 eða 30 að við myndum koma hérna og spila með hann. Svo bara heppnaðist það ekki fyrir núna að ná þessu saman og Frikki skýrði síðan hljómsveitina upp á nýtt bara í síðustu viku. Við vorum annars svona leiðir á Síðasta séns svolítið í bili og svo var Bergur náttúrulega bara svo beauty. Það var eiginlega ekkert annað sem okkur dætti yfir. Þið eru ákveðin í að Bergur sé fríðan? Já, algjörlega, hann er svo fríður. Friðrik Jónsson og Bergur Már Hallgrímsson eru heimamennir í bandinu, en Jens og Oddur koma að. Það er því lítill tími til undirbúnings fyrir tónleikahelgarinnar og þess vegna talað í opna æfingu. Það er að því að við hefum ekki spilað með Bergi áður og við vissum það kannski á fyrsta gegginu, þá myndum við rugglast og það var betra að kalla það æfingu heldur en gegg. Já, við ætlum að stoppa, við ætlum að byrja okkur í lagi og svo kemur okkur feill kannski á einhverjum og þá stoppum við og ræðum það, hvað getur, kaflaskipti og annað, þannig að við ætlum að hafa það bara svo einlega æfingu. Við ætlum að láta fólki fylgjast með hvernig lag, blueslag verður til og þess vegna það er kannski aldrei eins því að menn taka bara upp á einhverju þegar menn eru komnir í feeling og það breytist allt og þegar menn eru fannir að þekkja annan vel þá verður þetta bara svona samspil þar sem þú ert alltaf að búa til sama lagið upp á nýtt. En eru þið með eitthvað frumsami ætlið að búa til lag í kvöld? Eru þið í sköpunargýrnum? Við erum með eitt alveg rosalega gott frumsami lag en gleymdum bara textanum. Hann er á Suðurlandi. En við getum nú kannski reddað ef við komast í prentara. Þú samtir textan sjálfur, þú hlýtur að muna. Nei, ég man hvað lagið heitir. Ég man ekki textan. Þeir segja blúsin veit ákveðið frelsi til sköpunar sem aðra tónlistastefnur ger ekki endilega. Ákveðin hlutur hins föstum skorðum innan sveitarinnar. En ég var að horfa á hljóðfærin ykkar áðan, eða skilur það að vera með Fender í bandinu? Nei, það er ekki skilyrði. En allir sem eru bara með þokkalega greindir, þeir nota Fender. Og félagarnir hafa fleiri sameiginleg áhugamál heldur tónlistina. Þeir eru þekktir hestamenn, eða ekki? Allar einhverjir ykkar. Frikki. Jó, við Bergur erum sennilega svolítið þekktir hestamenn hér slóðir, Austurlandi og við eigum kannski vona á því að ef einhverju kom í kvöld þá verða einhverju hestamenn en við gerum eins og það ekki ráð fyrir neinum en það eru 2 áhorfendur konur. Heldur fjölgaði í hópnum eftir þessum álið kvöldið og eins og Jens giskað á voru hestamenn þar áberandi. Með þessum tónum kveðjum við í kvöld, við sjáumst eftir viku liðinni, bless.